Já, hæ Ljón. Það gera spá fyrir ykkur næstu 3 mánuði. Svona, hvað er ég græmiti, hvað er að koma eitthvað svona. Bara svona það sem ég sé, það sem að sé í spilunum. Stendur upp úr. Og ég var búin að draga þetta fyrir ykkur úr Isis Oracle spilunum mínum. Þið fengum Merkaba. Og ég ætla að lesa, þetta er eiginlega svona Chariot og Chariot í Tarot þýðir sko movement forward. Það er einhverja breytingar svona á næstunni og ég ætla að lesa hérna. A spiritual practice has come or is soon coming to your attention that will help your soul journey. Take your time to develop and practice your chosen spiritual discipline regularly. This will help you grow in power and grace, anchoring the spiritual light within the body of your soul. Það er svona líka svolítið að koma til sjálfsins aftur líka. Svona, já, það sem þú ert eða eitthvað fyrir sko, hvað maður segja. Og svona, já. En já, ég ætla svo, þið getur pása líka núna og þá sé þetta bara inn á Völuspá á Facebook þar sem stendur og svo fannst mér þetta hérna líka Ljón fyrir ykkur. Þetta er Flower of Life. Þetta er eitthvað svona sem er yfir ykkur líka sko. Og hérna stendur, you are entering a fertile period of your life. You are guided to think of yourself as a creative being and to surrender your control over how things will manifest and instead allow them to do so. Don't resist change, instead go with the flow and let it happen. Now is the time for your blossoming. Og þið getur pása hérna og lesið. Þetta er bara svolítið skilaboð til ykkar, Ljón. Og það er svo jákvæða breytingar framöndan hjá okkur núna á næstunni. Og það er svona, það er bara svona leyfa svo að koma inn, ekki vera eitthvað, svona, já, eins og það sagt, leyfa svo bara að koma og svona, og ekki, það er, breytingar er alltaf til góðar. Svo þurfum við að breyta úr gömlu vananum og eitthvað og í hana. Það er svolítið þannig að gerast og svona að hjá okkur núna Ljón að þið eru að taka svona öðruvísi, taka skref fram á við, staðan verður að vera í sama farinu af því að þið geta að vera þarna í sama farinu. Það er eitthvað annað að koma betra inn, bara þannig. Það er ykkur fréttir, það getur verið þessi að fá fréttir núna bara einhverja breytingar og þið eru að taka kannski einhverja ákvörðun eða þá þið eru í einhverju miklu samskipti við einhverja mannesku núna, akkurat. En ég ætla að fá stjörnumerki Ljón fyrir ykkur hérna, sjá hvað kemur þetta fyrir Ljónið. Þið fáið Rútin, Tvíbura og 10, það er kannski eitthvað samt í október. Gætu að það fengi fréttir, það er eitthvað svona breytingar í október, eitthvað fréttir kannski. Þeir eru með tvíburanir og tvíburanir samskipti og svona, og Rúturinn, Action, svona, og þetta er, já, þetta er eitthvað sem stendur upp úr, sko. Það er greinilega bara mikið að gera, nóg að gera og líka kannski í félagslega lífinu líka, sko. Svo er þið með hérna Mercury og þetta getur verið hérna Meian hérna líka. Mei á Tvíburi og Sun. Það er alltaf einhverju ákvörðun að taka kannski sem þú ert búin að taka, þetta verður sko. En það er næstu 3 mánuðir er svona svo
eða svona, það bara mikið að vera hjá þér og bæði félagslega og það einhverju breytingar og svona, já, miklu breytingar þannig í gangi. Skulum við fá hérna, gæti verið líka, flutningur líka, sko, eða eitthvað. En já, fáum hérna hvaða chakra í hákuljón, hvað það sem að sjá, að vita, svona. Það getur verið eitthvað sem það að blokka eða eitthvað sem það þarf að einblína á. Og það já, hjartað. Og hjartað líka það sem þú ert að manifesta. Það þú sjálf og þeir fá hérna fjóra. Þetta kannski getur verið eitthvað samt við stöðuleika og peninga og það að koma kannski svona nýtt flow inn, sko. Og það svona, já, þeir einblína á grænan hjá okkur. Eitthvað sem þú grænt. Og það getur verið eitthvað, já, bara eitthvað einfalt bara. Og eða meditata á grænu hjartanu. Það hægt að finna það allt á netinu. En já, ég ætla að fá hérna ég veit ekki hvort ég var búin að sýna ykkur hérna. Þá getur bara pása þetta og lesið. En já, ég ætla að fá eitt úr spil úr þessu fyrir ykkur ljón. Sjá ég það að vita. Við fengum þetta hérna. Og þetta eitthvað sem endir á okkur. En þetta eins og, þetta getur verið svona eins og eitthvað gamalt, gamla minningar eða eitthvað, ég veit ekki. Númer 8, þetta getur verið núna eitthvað samt við ágúst eða þá í nóvember. Nei, jú, nóvember. En það eru svona breytingar framundan. Og það eins og, kannski finnst þér ekkert að vera að ganga upp, kannski. En við skulum sjá hvað stendur í bókinni. Og þetta, já, þetta bara eins og ég tók það spilið, en sjáum hvað stendur hérna hjá þessu. Og þetta coffin. With this card, something comes to an end and something new can come into existence. Next to the person card indicates disease or sorrow. Já, það getur verið kannski að sulla svona minningar og vera að horfa tilbaka eða sjá eftir einhverju eða eitthvað fyrir, sko. Kannski hefur verið ríkjandi núna, svona eitthvað, eins og eitthvað vanti eða eitthvað fyrir, sko. En það eins og, það alltaf, stundum þarf maður að klára eitthvað svona, þegar eitthvað svona, kannski eitthvað tekið af manni eða frá manni eða eitthvað þess að það og þetta eitthvað sem maður vill ekki, maður ekki alveg tilbúin í einhverja breytingar eða eitthvað að þetta náttúrulega bara svona hluti og svo kemur alltaf eitthvað svona nýtt og betra yfirleitt alltaf. Það alltaf tilgangur í öllu. En sjáum hvað setur. Og mér finnst þetta að vera svona frekar eitthvað svona ancient, eitthvað svona, já, verður að horfa tilbaka og eitthvað svona dæmi, sko. Ég ætla að fá líka englanúmeri hérna fyrir ykkur ljón. Það eru sko tölur hérna á þessu hérna. Og ég ætla að fá 2 tölur, eða sjá hvað kemur úr, hérna, ég ætla að fá 2 oracle spil úr þessu, sem ég ætla að lesa úr fyrir ykkur. Og það er englanúmer eitthvað, og þið getið googlað það bara á netinu og skrifa englanúmer, meaning og töluna. Og það kemur eitthvað fyrir ykkur og það er alltaf, og sumir fá kannski bara annað, en það er alltaf skilaboð til ykkar.
frá þessu. Endilega kíkja á þetta. Þetta vildi bara koma. Og þið bá hérna. Þetta spil hérna. Númer 3. Svo hvað þurfa ljón að sjá, heyra og vita. Á næstunni, þið fáið 37. Það er eitthvað englanúmer. Það er mikið appelsínuguli hjá okkur og það er hérna, það er bara svona framundan hjá okkur, bara góð tíðindi og eitthvað sem maður getur fagnað og það er svona, það er eins og hérna, já, getur fengið, það er eitthvað góða fréttir að koma inn og það er kannski eitthvað svona eins og konar viðurkenning, það getur verið einhver hærri staða eða eitthvað svona, eitthvað svoleiðis í gangi hjá okkur. Og það getur verið líka að þeir segja svona eitthvað sem það er að skapa, búa til eða eitthvað líka næstu 3 mánuðinum eitthvað sem það er að búa til og getur tengst eitthvað samt við vinnu eða námi eða eitthvað svoleiðis sko. Að það er allavega eitthvað og svona þess að hann getur fagnað og það er bara sjáu hér svona og þeir eru í tjárjöf, þeir eru í vagninum sko og þeir bara haldið áfram. Það er bara góða fréttir framundan. Ég var búin að gera þetta. Ég fengi hjarta, já. En ég ætla að fá, það er sterk og bógamaður hérna. Það getur líka tengst hérna desibel eitthvað eða eitthvað í kringu okkur í bógamanninum. En við skulum fá eitthvað eitt hérna og þetta er eitthvað sem við skrifa fyrir löngu og það er eitthvað svona hérna fyrir ykkur. Þannig að ekki alveg það sem ég var að leita af, en þið fengu Wolf Spirit. Kannski googli hvað þýðir Úlfar Spirit eða Wolf Spirit og svona spiritual meaning á því. Hann er yfir ykkur hérna núna. Númer 12. Það er einhverja góða fréttir og það kemur hérna 12. Það getur tengst eitthvað góða fréttir. Eða þá kannski einhver að koma inn líka í samband eða þá að sambandi fara að hafa level eða eitthvað leys. En það er alltaf góða fréttur. Það þarf ekki endilega að tengjast sambandi. Það getur verið bara góða fréttir sem hún getur fagnað. Það er eitthvað svona svoleiðis hjá okkur. Eitthvað sem að þið byggust ekki við og sem kemur inn og það getur verið eitthvað peningur eða eitthvað svona, eitthvað dæmi. Það er hérna mikið hjá okkur hérna air signs, það er Pípar og Vasperi. Það er, já, það er bara svona að taka ákvarðanir og svona svolítið mikið hérna framöndan hjá okkur. Og svo eitthvað hérna líka kannski að passa sig við hvað þú ert að tala og þú átt ekki alveg að treysta allir það sem þú ert öllum sem þú ert að segja og tala að það er svolítið hérna sko ekki gefa of miklar upplýsingar
og passa sig á slúðri og svona til þess að það kom ekki upp eitthvað svona drama. Þetta eitthvað svona smá skilaboð. En ég ætla að fá meira fyrir ljónið. 15. Hvað fara ljónið sjá að eru að vita? Það allavega fyrst mér hjá okkur ljóna svona peningalega séð þá allt á uppleið. Það hækkun á launum eða einhverju eða eitthvað nýja atvinna eða eitthvað leik hjá okkur. Hvað meira fyrir ljónið, hvað það ljónið að sjá að vita. Crossroads, það er ljón að vita næstu 3 mánuðina. Já, það er eins og það þurfa að taka ákvörðun núna bara fljótlega, það kemur inn allt í hennu og þau þurft að taka ákvörðun sem voru bara hvað átt að gera. En það er bara eins og hjólið fara að snúa bara núna, bara í nóvember þá er eins og allt sé að gerast hjá okkur, sko. Þau hafi verið svolítið bara svona í krosskottu með bara allt delar, sko, svolítið. Svona ég skal fá meira og þetta er svona hraðabreyting og þetta getur líka samskipti mikla, kannski þarftu að vera í miklu samskipti við fólki eða eitthvað, ég veit ekki, mikið það. Nú sjá hvað kemur ég á ljóninu, hvað þarf ljónar að væri að vita. Síðan nautmið og steingit og vatnsfyran. Það er eitthvað, já, það er svona eins og ef þú hefur verið í samskipti við einhverja manneskju þá eins og það er orðið svona betra eða eitthvað sem er kannski verið eitthvað ekki alveg nógu gott. Getur verið eitthvað kvenkyns eða eitthvað fleiri, sko. Og það getur verið bara móðir eða einhvers konar svona sem er yfir kannski. Gæti verið líka í sambandi. Friendship, hvað er það 3 mánuðina. Já, það er svona, það verður bara góður tími framöndan hjá okkur. Það getur verið mikið í félagslífinu, það er friendship hérna, Three of Cups og það er svona taka svona snöggu ákvarðanir og gera hluti verið að gera og svona tala saman og svolítið svoleiðis, sko. Það er bara, já, bara gleði og gaman. Sér næstu 3 mánuðina, sko. Það er eins og það hefur komið eitthvað svona smá imbalance og ekki svona, svo er það bara núna, bara nóvembermánuðinn, hann verður bara svo miklu betri og skemmtilegri. Hvað þurfum við meira? Já, ég ætla að sjá hérna ástalífið. Það byrjaði að fá hérna singles fyrir ljóni. Já, ástalífi hjá ljóninu singles næstu 3 mánuði og hvað með að frétta því?
Hvað að frétta því sem single næstu 3 mánuði. Singles næstu 3 mánuði. Þetta hérna 7, 8, þetta segir mér svolítið, já það svona eins og að þú svolítið erfitt með að ákveða hvað þú eiginlega bara svolítið vilt, sko. Það svolítið svona, það alveg svona mikið í gangi, sko. Já. Það kannski ein manneskja sem stendur upp úr, en það svona samt eitthvað eins og, já, það svo óljóst og eitthvað svona dæmi og sjá hvað kemur það fyrir singles. Hvað þessu sjá að vita svona single. Já, ég sé hérna eins og sé koma sambandinn. Hefur kannski, já. Það greinilega eitthvað samband að koma inn og ef það ekki komið þá þetta svona, gæti verið sko, já, svona mikil óvissa, svona fram og tilbaka hvað að gera og eitthvað svona, en það eins og, já, eins og það var kannski vantið smá svona, já, svona hvað skal gera, en það eitthvað samband hérna inni, sko. Það naut mig og stengið hérna og það geti verið líka ersans hérna líka og svo vassmerkið. Það var mikil tilfinningar og svona annarkvort þessi manneskja alveg mikið skotin eða þú ert með rosalega mikil tilfinningar til einhverja manneskja. Og það eitthvað svona sem eitthvað svoleiðis, sko. En það eins og að stóa hvernig að velja og hvað skal gera og bla bla bla. Þetta eitthvað svoleiðis, sko. Og mér finnst þess að þetta sé eitthvað svona pest. En við skulum sjá og þú gæti verið þessi bara svolítið svona kannski svona eins og vinnir eða eitthvað svoleiðis, sko. En við skulum sjá þeir sem í sambandi, þeir sem ástamálin, það að frétta ljóninu næstu 3 mánuði sem í sambandi. Það getur verið eitthvað tengt ykkur ferðalagi eða vinnu eða eitthvað, sko. Það eitthvað svona vera eitthvað klást með það. Það getur verið líka, já, svona einhverja frétti sem ég vona. Þeir eru búin að vera kannski einhver hérna, þetta var náttúrulega ekkert við alla, einhver hérna svona verið mikið að horfa tilbaka eitthvað sem að þetta tengist frekar vinnu eða eitthvað svona, eða kannski eitthvað svoleiðis, sko. Og vera föst eða fastur í einhverju sama farinu með einhverju kannski manneskju. Og þetta getur verið líka varðandi samskipti líka. Samskipti hefur ekki verið nógu góð, en það eins og, maður sjá, það hérna jóker og jóker svolítið bara eins og fúl og svona það að taka áhættu, taka ný skref og svona breyta til og eitthvað fyrir, sko. Sjá hvað svona sambandi. Þetta getur verið líka plan eitthvað svona ferðalag eða eitthvað fyrir, sko. Það er mikið verið að tala og svona saman og eitthvað fyrir, sko.
og 2 jógurinn. Já. Og ef það verið eitthvað svona óstabilt eða eitthvað, þá verið það bara svona, já, smá svona eitthvað sem að þetta getur verið ákvörðun að taka líka með einhverju bíl eða eitthvað svolítið sko, eða eitthvað. Það eitthvað svona ferð eða svona, getur verið eitthvað svona skemmti líka, það getur verið tvenna skemmtanir sem að fara í eitthvað svona tvennt, eitthvað viðburði líka. Og svona vilja, það getur verið tengst eitthvað svona líka eitthvað, kannski vinnuferði eða eitthvað svona, kannski í ákvörðum líka, eitthvað svona í kringum það. Og svona verið spá og spekulur, en það eins og samt eins og vilja eitthvað meira sko. Það getur verið. Við skulum bara láta þetta duga. Ég bara pröfa þetta áfram svona eitthvað. En já, við skulum sjá hvað eftir að gera meira, já. Þetta fyrir ljónið. Það þarf ljóna hér að sjá að vita næstu 3 mánuðina cirka. High Priestess. Já, það svona eins og, þið eru svona, getur verið svolítið mikið að ströggla líka með eitthvað mannski kringu sem er ekki alveg svona trista. Það eitthvað samt við svona, gæti verið eitthvað svona sem hefur verið áður og það kannski svolítið að hafa áhrif bara núna sko, löngu seinna okkur var ég kannski að treysta þessara manneski eða eitthvað fyrir bla bla þetta eins og þið hefðu átt að vita betur eða eitthvað slið sko. Þetta svona svolítið þannig og það gæti verið kannski heyra eitthvað svona eitthvað einhverja manneski líka og eitthvað slið sko sem við verðum að taka svona varan á og treysta svolítið og einsæða eitthvað svolítið og kannski eru þið kannski að hugsa já ég var eiginlega búin að finna þetta eða eitthvað slið sko og það svona já clarity og eitthvað slið sko svona sann og það svolítið, þeir verður svolítið á næstunni svolítið meira í svona viti hvað þið vilji og hvert að fara og svona og það svona fram að við, bara mjög gott. En annars bara verðum næstunni bara mjög friðsælt og ef þið eru í sambandi eða ef þið er ekki komað inn samband það kannski hefur verið erfiðleika en það eins og það sé bara eitthvað búið. Það bara svona nýtt samband að koma inn, það svona fram og tilbaka verið að skrifast og eitthvað hlið sko. Gæti verið eitthvað manneskja sem svolítið inn og út og svona og eitthvað hlið. Það greinilega sambandinu. Mikið passion og svona mikið ræða saman og en það verður svona kannski eitthvað sem að já það verður bara mjög fínt hjá okkur með þetta að gera. Ég ætla bara að láta þetta duga og það eins og já, gæti verið líka í eitthvað eins og finnist eitthvað svona eitthvað vanta meira svona að gera eitthvað kannski. En ég ætla að láta bara duga hjá okkur ljón. Held ég að vera búin með allt sem þetta gera kannski fá ég þetta bara á þessu 3 spilum svona heildar eitthvað King of Cups já þetta verður ykkur í fiskamerkinu en kringu hjá okkur líka Emperor
rúturinn, sportdrykki. Já, og þetta já, getur verið svona einhver ákvörðun taka hvað að gera samt við félagslífið eða eitthvað. En það eins og fram á við þau svona í action og svona, þeir eru svona að sjá hlutina betur ljósi og svona, já, nú að sjá það. Og það eins og eitthvað sem hafi verið stopp ykkur í að taka ákvarðanir að gera eitthvað. Það láta duga. Bye.